Já, þetta ræktun Ásmundar Þórissonar og Helgu Friðgeirsdóttur sem hafa lengi stundað hrossalegra golfsveitinni góðan orðstíl. Þeirra aðalsmerki vilji og kraftur og þess má geta að eldjárn frá tjaldhólum utan vissu þeirra ræktun. Orka frá golfsveiti Heftastóttir hefur verið 5-3 í ræktuninni og skilaði 6 fyrstu verðlauna afkvæmum og við sjáum hér í kvöld 2 dætur hennar meðal annars. Það Guðmundur Björgvinsson sem ríður Vordísi frá golfsveiti, þetta 8 vetra gömul Orradóttir, hún hefur hlotið 8.32 í kynbótadómi. Síðan kemur Rissa hér fyrir miðju núna sem hann Steingrímur Sigurðsson situr. Hún heitir Frigg frá golfsveiti og 5 vetra Sæsdóttir með 8.04 í aðalingur. Og svo það hann Ási sjálfur mættur hérna, ræktandinn. Hann á Kolbrúnu frá golfsvelli, 7 vetra Sæsdóttur með 8.09 í aðalingur. Þannig að við sjáum hér sýnishodnar ræktun Ása og Helgu á golfsvelli, 3 glæsilegar fyrstuverðunar hissur og við skulum bara njóta þess að horfa á okkur. Já, það ekki amalegt að geta skattað 3 hissum í ræktun og fyrstuverðunar stólpa gæðingar. En það getur hann Ási Þóris og frú. Ef þú ekki að taka vel á móti þeim og klappa fyrir stórræktendum frá golfsvelli, Ásmundur Þórisson og Helga Friðgeirsdóttir. Sýnilega til hamingju með ykkar frábæra árangur gegnum tíðina. Já, fremst hún Vordís sem Guðmundur Björgvins situr. Síðan kemur Ási sjálfur á Kolbrúnu og svo hann Steini þarna á í Frigg. Þeir eru Orradóttirinn, Vordís, sem brunar í gegn. Já. Sæsdótturinni, Kolbrúnu og svo önnur Sæsdóttir og Steini þar á eftir. Það hún Frigg. Takk fyrir þetta! Og hér kemur hún fyrst Carmen frá Blesastöðum 1A og þá Úlfrún frá Mosfellsbæ og að lokum Kotra frá Steinnesi. Carmen frá Blesastöðum svo fyrsta þetta Kráki frá Blesastöðum og Vortadís frá Brattholti. Úlfrún þetta Óttari frá Hvítarholti og Ösp frá Kollaleiru og það hún Ragnhildur Haraldsdóttir sem ríður henni og einnig ræktandi og síðan það Kotra frá Steinnesi undan Hófi frá Varmalæk og Kilju frá Steinnesi. Þetta sem sagt systir Kiljans að móðurinn til Kolbrúnsdóttir með Kilju frá Steinnesi sem mikla gæðingi. Allt 5 metra klárhissur og það að sjálfsögðu Flósi Ólafsson sem situr hann að Carmen. Norðurlandameistarinn. Hefur ekki gefa honum gott klapp. Flottur knappi, einn af okkar, einn af þessum ungu efnilegu. Já, þetta eru 5 metra klárhissur, Carmen frá Blesastöðum og síðan á eftir henni kemur hún Kotra og þá að lokum hún Úlfrún frá Mosfellsbæ. Þau eru ekki að gefa þeim gott klapp með þær yfirgefa salinn þessar ungu spræku klárhissur. Takk fyrir þetta og fyrsta lossið. Það hún Kólka frá Flugumýri, setin af Eyrúnu Íri Pálsdóttur. Við erum það Leikni frá Lagnarstöðum og Kolskurð frá Gunnarsholti. Þetta 7 vetra gömul rissa með fyrstu verðlaun.
Við fengið 8.23 fyrir sköpulag, 8.22 fyrir hæfileika. Þar af 9.0 fyrir tölt, brokk, stökk, fegurri reið og vilja og geðslag. 8.23 í aðalleikum Feikna risa. Og þá kemur stórbóndinn sjálfur, Páll Bjarki Pálsson á hann í Koltinu. Þetta 6 vetra hrissa ósýnd undan Tjörva frá Sunnukvoli og þeirri miklu gæðingamóðir Kolskur frá Gunnarsholti. Þá það hér Bleikalóttur hestur Gullmóli frá Flugumýri, setur af Sigurði Rúnari Pálssyni. Hann undan Móla frá Skriðu, með mikla bótaförðar hestur og Smellur frá Flugumýri og hann 6 vetra gamall þessi Bleikalótti hestur. Og svo að lokum það sá Jappi, það Hugur frá Flugumýri, það Gaumur frá Auðsholtshjáleigu og móðir Kveiksdóttir Hending. Þetta ósýndur foli, en Hending einmitt móðir Hrannars og Hreims og Hróks og mikill gæðingur og Hending. Já, það alveg óhætt að klappa fyrir henni Kolgum, stórglæsileg klárrisa, skartar mörgum nýjum fyrir tölt, brokk, stökk, fegurri reið, vilja og geðslag. Ef við ekki að taka vel á móti komið Natalíu Skagafirði, ræktunarbúi frá Flugumýri, gjörið þið svo vel. Já, hér eru tvö krossin sannmæðra, Kolga og Koltina, sveitin af Páli. Undan með Kolskur. Já, ekki að klappa fyrir henni. Kolga undan Leikni frá Vankastöðum og Kolskur frá Gunnarsholti. Taka vel á móti þeim, þarna kemur Sigurður Rúnar og Gullmóli Ólasonar. Þarna kemur Eyrún Ír á henni Kolgu. Og stórbóndinn sjálfur á henni Koltinu, Tjörvadóttir. Og að lokum Hugur, Gunnssonur og Viðar Ingólfsson. Þessum skulum við taka vel á móti. Þetta eru knapar framtíðarinnar. Verið velkomin krakkar. Sigurvegarar frá síðasta landsmóti í barnaflokki, unglingaflokki og ungmennaflokki. Hér næst okkur auðvitað hún Glódís, á honum Kampan, þau sigruðu í barnaflokknum af öryggi, frábært par sem alltaf gaman að horfa á, kraftmikil og kjöfkuð, en gott samspil sem einkennir þetta par. Svo kemur hún Guðmunda Ellen Sigurðardóttir, hún sigraði í unglingaflokknum á henni Blæju frá Háholti á landsmótinu í fyrra. Og svo síðastur en alls ekki sístur auðvitað hann Kári Steinsson sem vann í ungmennaflokknum á tóti sínu frá Melkoti en hér mættur með nýjan hest prest frá Steinnesi frá hægri segi undan gamli frá Steinnesi ekki sagt og það sé að hugsa. Og við skulum horfa á krakkana og þeirra glæsluðu hesta. Þetta eru landsmótssigurvegararnir okkar og þau eru eftir að syngja sitt síðasta. Við erum örugglega eftir að sjá þau vinna fleiri landsmót. Þau stilla sér hér upp fyrir okkur.
má benda á það að þessi sigurvegarar eru allir héðan af Suðurlandi. Ekki að klappa fyrir því. Frá Húsavík sem hún var á þegar hún sigraði á landsmótinu. Svo kemur Guðmunda Ellen Sigurðardóttir og hún sigraði á Blæju frá Háholti í unglingaflokki og svo hann Kári Steinsson sem sigraði ungmennaflokkin á Tóni frá Melkoti. Nú skulum við klappa vel fyrir unga fólkinu. Já, þetta eru snilldar hlutir okkar. Glæsilegir fulltrúar æskunnar, framtíðinni björt með þessa knappa. Hefur ekki að klappa hressilega fyrir þeim landsmótssigurvegarar 2012. Og hér koma þau í salinn. Hvorki meira en að mynda en 6 afkvæmi. Nú Elja frá Ingólfsskóli er undan Freystingu frá Akranesi sem var undan Nös frá Akranesi og Elm frá Hólum sem margir muna nú eftir, svona þeir sem eldri eru hér innan á það. En faðir Elju er svo Geysir frá Gerðum, eftirminnilegur hestur líka. Og Elja náði hæsta hæfileikadómi 5 metra hrísna á landsmótsárinu 1998 en sinn hæsta hæfileikadóm fékk hún undir stjórn Daniels Jónssonar á landsmóti 2002 þegar hún hlaut 8,52 í einhverjum. Og afkvæmi Elju segir hér í lýsingu, þau eru sporlétt, viljug, geðgóð og háging með úrvalstörn. Það segir mest afkvæmi Elju að hvert eitt og einasta þeirra er í sérstöku uppáhaldi og eiganda sínum. Það er gaman að því. En Eysteinn, hvaða hross eru þetta? Og hér kemur fyrstur fram á miðlínu Dökkvi frá Ingólfsskóli, setinn af Sigursteini Sumarliðasyni. Og þá er Rökkvasonur á. Þá er Kolgríma, svo gráa, setinn af henni Björg Ólafsdóttir. Hlið hennar er Kjarkur frá Ingólfsskóli og Svangvít Kristjánsdóttir. Sá bleiki, fíulbleiki er Assa frá Ingólfsskóli, setinn af Ragnheiði Ársælsdóttir. Og við endan er Nótt Stáladóttir, setinn af Daniel Jónssoni. Og síðan er það Óðinn Þóroddsson Móalóttur, setinn af Atla Frey Maríunnisinni. Þetta eru hrossin undan henni Elju. Glæsileg hross, háging og vígaleg. Já, eins og ég sagði þér í kvöld, þá er það alltaf mesta gæfa hrossaræktandans að eignast góða hrissur sem erfir frá sér sína bestu þætti. Og við sjáum hérna afkvæmin hennar Elju hvert öðrum glæsilegra. Já, mjúk og háging og vel uppsett hjá Daniel Stáladóttirinn. Nótt. Og hér rekur hún lestina, hún Björg á þeirri gráu Kjarnadóttir með Kolgrímu. Glæsilega á kvöldi og klappa fyrir þeim og við fáum svo eina bulu í gegn. Hérna kemur Assa og Ragnheiður Ársælsdóttir. Þá var Óðinn og Atli Freyr. Kjarnar frá Þjóðólfssaga og Nótt Stáladóttir og Daniel Jónsson, stórglæsileg töltrissa og Dökkvi frá Ingólfsskóli. Þetta frá Leysingastöðum, þeim eftirminnilega hesti sem nú býr góðu lífi í Bandaríkjunum.
Hér segir í kynningu þeirra, stígandi hefur gefið okkur frábæra gæðinga og ætlunin að halda við þessari línu með því að nota dætur hans í ræktun. Svarti stígandasonur sem hér í kvöld hefur verið notaður allnokkur í hrossaræktinni í Kolkussey og með honum fylgja tvær fyrstu hryssuna sem byrjaði að tæma undan honum. Svartir virðist að gefa mjög svipuð afkvæmi á faðir sinn, þar sem að frábært tögn, fótabörður og gott geðslag fara fremst í flokki. Já, hann Elías Þórhallsson fer fyrir hópnum á honum Svartni, stígandasinnum. Þar á eftir Staka frá Kolkussey og Sara Sigurbjörnsdóttir, hún stígandadóttir einnig. Þriðji í röðinni Stingur frá Kolkussey, einnig undan stíganda og móðir Dögg frá Hveragerði, Nappi Ragnhildur Haraldsdóttir. Þá kemur svo gráa, Sveðja frá Kolkussey undan Svartni, Nappi Flósi Ólafsson og að lokum hér Maja frá Kolkussey, einnig Svartnisdóttir, setinafn Þorvaldi Árna Þorvaldsinni. Já, og Svartni frá miðsíkju, hann undan stíganda eins og margótt hefur komið fram, en móðir hans Katla frá miðsíkju. Við sjáum hérna að Svartni fyrir miðju þennan glæsilega hest og svo eru það dætur hans, ekki eru þær síðri að sjá. Vistu ykkur ekki bara nokkuð vel að þetta hjá þeim hann í Kolkussey? Já, þetta eru afkasta hross á föstu brokki. Það er auðvelt með að lykta og sýna gott rými og fjárgangnum. Heldur vígalegum Staka þarna hjá henni Söru. Þeir hér eftir miðlínu. Ef við ekki aðeins að klappa fyrir þeim. Þetta er ungt og nýtt ræktunarbú sem við höfum eftir að heyra oft getið í framtíði spái. Hrossinn frá Kolkussey. Það sé í lagi að klappa fyrir þessu. Sjáu þið uppbyttið á þeim hér. Já, glæsilegur hópur, takk fyrir þetta. Hann er hér. Þetta er hrossaræktarbúið á Ytra Dalsgerði, fulltrúar þeirra mættir hér í salinn. En hrossaræktin sem kennd við Ytra Dalsgerði á sér rúmlega 100 ára samfellda sögu. Og upphafið má rekja til áhuga Kristins Jónssonar bónda á Strjúgsá og síðar í Ytra Dalsgerði á hestamennsku og hrossarækt. Og hér komin inn 3 hross úr þessum hópi. Það næst veggnum Krókur að sjálfsögðu. Og það Anna Valdimarsdóttir sem situr. Hann undan Gára frá Östfjörðu og Hnoss frá Ytra Dalsgerði. Og svo það í þarna annar hesturinn, það hann Jarl frá Ytra Dalsgerði sem setin á Kristi Hugasyni sjálfum, ræktandanum á bænum. Hann undan Koppi frá Eyjólfsstöðum og Sólmyrkju frá Ytra Dalsgerði. Og það hún Rósa dóttir Kristins sem á þennan fína hest. Og þriðji hesturinn þarna síðan hann Flaug frá Ytra Dalsgerði, setin á Ingimar Jónsssyni sem framdegandi hans. Þessi hestur undan Adams frá Ásmundarstöðum og Hnoss og þar að leiðandi sammæðra Króki. Og hrossin sem hér koma fram eru fulltrúar 3 ættlína
Krókur afkomandi eldingar frá Strúksá og Jarl út af gleði frá Íðradalskirkju, flugléttur í klárpissu. Reiðpissu Huga Kristinssonar þegar hann var ungur maður. En Jarl sem hann Kristinn situr hér er reið og keppnisestur Rósudóttir hans og hún var svo væn að lána pabba sínum þegar hann gæði í kvöld. Síðan það Flaubur hérna, Króksbróðir. Já, og það allt í lagi að klappa ef maður sér eitthvað sem maður vil líka við. Alveg óþarf að vera feimilið það. En það auðvitað ekki hægt að kynna Rósarvest á Íðradalskirkju nema það. Hér kemur hún sjálf. Síðan það Nikar og þriðja og þá Krókurinn. Vilja Gæðsla fegur í reið og feð með hæfileika einhvern upp á 8.66 fjögur á þetta gömul og þá sýndan Kristínu Rún. Og hér komin 3 afkvæmi Álfadísar og 3 barnabörn hennar. Fremri hópurinn eru börn hennar, Álfhildur, sú brúna, 5 metra gömul undan orra frá Þúfu, setin á Úli Langler. Síðan það Álfinnur, sá brúnskjótti, hann er einn undan orra frá Þúfu og setin á Jakobi Svavari Sigurðssyni. Og svo það hann Gandálfur, Gustsonur, sem að Ísólfur Líndals syndur pappa. Já, og síðan eru hér 3 barnabörn. Það er Ljóni, sá rauðskjótti, setinn af Bergi Jónssoni, hann er undan Álfasteini á Sölvfossi. Og það er svo Móalótta Ísbrá frá Ketilsstöð, einnig undan Álfasteini. Og síðan er það Veigur frá Eystrihól og Ævar Örn. Þetta er Álfssonur. Þetta eru börn og barnabörn þeirra miklu gæðingarhissu Álfadísar frá Selfossi sem við munum svo eftirminnilega eftir frá landsmóti 2000 sýnt 4 metra og kom síðan ekkert fram eftir það en hefur heldur betur sannað sig sem einn albesta afkvæmarhissa og ræktunarhissa landsins. Sjáu þið þessir hross, er þetta ekki eitthvað til að klappa fyrir? Gott fólk. Já, hér eru 2 alsystkini Álfs, þau Álfhildur og Álfinnur sem og Álfur náttúrulega fékk Sleipnisbikarinn fyrir afkvæmi en hefur nú yfirgefið landið og verið að sinna hryssum í Evrópu. Og það er gaman að benda á þann brúna sem er fremst sem að Ævar Örn situr og við grínum stundum með það að þetta sé eini brúni geldingurinn sem er til undan Álfi. En flottur er hann, þetta er glæsilegur hestur sem aðeins byrjaður að feta sig inn á keppnisbrautina og sjálfsagt þetta er að gera þau gott þar. Og svo komaðu þarna hvert öðru glæsilegra. Það eru Álfasteinsbörnin 2, svo er það Gandálfur, Álfinnur og Álfhildur. Já, þarna kemur hún á glæsilegu hástígu hægðu Sjáu þið þessar hryssur og ræktandan aðeins Álfadísi og Úli Langler sem situr þarna og uppsker. Hrissa Suðurland. Það er glæsirissan Álfhildur, það er Ísbrá frá Ketilsstöðum, Álfasteinsdóttir, það er Veigur frá Eystrihóli, Álfssonur og svo er það er Ljóni og Bergur. Álfhildur og Jakob. Draumadísin, Álfadís frá Selfossi og henni fylgir vetugömmul hrissa undan Sæ frá Bakkakoti. Maður virðir hér fyrir sér áhorfendur sem á öðrum eftir að gera það aftur á ævinni þessi. Við skulum taka vel á móti henni. Vertu velkomin Álfadís og þær eru þarna heimasæturnar og Siri Gegnisólu með drottninguna.
Og ef það er ekki tækifæri til að taka mynd núna þá veit ég ekki hvað. Já, innilega til hamingju. Eigendur og ræktendur að auka klappa ærlega fyrir þessari frábæru hryssu og ekki síst eigendum, ræktendum. Og hér fara þau koma fyrst þess glæsirhissan Árhildur. Eigum við ekki að klappa í tónlistina? Gandalfur, Jóni. Ísbrá og Eiríkur. Við kveðjum drottninguna Álfadísi. Þarna kemur hún glæsirhissan á til hamingju með þetta, Óli. Þá er það Álfasteinsdóttirinn Ísbrá frá Kirkjustöðum, Álfssonurinn Veigur, sá einstaki, brúnn á gestur. Og þá er Gandalfur og Ísólfur, Flugvakur, Alleðarhestur, þá Álfinnur og Ljóni. Já, það er Takk fyrir þetta, frábær sýning. Hér eru þær komnar, næstu 2 hryssur í hús. Þetta eru alheiðarhryssurnar Brynja frá Hrauni og Blíða frá Litlu Tungu. Og knaparnir, það eru Guðmundur Björgvinsson og Þorvaldur Árni Þorvaldsson sem að sýna okkur hér þessar 2 glæsirhryssur. Þetta eru frábærar alheiðarhrissur. Sú sem er fjær okkur og fer hér fram fyrir er Brynja frá Hrauni, Kráksdóttir. Og hún var í öðru sæti á landsmótinu í sumar í flokki 5 metra hrissna. Og síðan er það Blíða frá Litlu Tungu. Hún er undan Hróður á Refstöðum og Björn frá Litlu Tungu. Frábærar alheiðarhrissur, við skulum taka vel á móti þeim. Blíða og Brynja. Þarna kemur Brynja, Kráksdóttir og Blíða. Flugvakur alheiðarhrissur. Við erum mætt hér, gjörið þið svo vel. Skulum taka vel á móti þeim hjónum í Austurkoti og þeirra fólki. Verið þið velkomin. Þau segja hér hrossaræktin hjá okkur hófst fyrir alvöru árið 1999 þegar við keyptum jörðina Austurkot í Flóa. Hjá okkur fæðast það til 12 til 15 konöld á hvert. Við leggjum okkur fram við að rækta góð hross með áherslu á flottar hreyfingar, gott geðslag, fallegan framfart og samvinnu þýðan vilja. Við viljum að okkar hross séu þannig að það sé gaman að fara á bak og njóta. Þannig á það einmitt að vera, til þess er maður nú að þessu öllu saman, til að búa til hesta sem er gaman að fara bak á. Já, það er ekki nóg að það sé gaman að horfa á það. Nei, það er ekkert verra að það sé líka gaman. En hér koma þau að stilla sér upp fyrir okkur Páll Bragi og Hugurinn í Austurkoti og þeirra fólk. Og ef við kynnum hrossin aðeins nánar, þá er það fremstur tótt, gráskjóttur 8 vetra, fyrstu verðuna hestur. Með 8 jaðarlingun og hefur hlotið 840 í aflátskeppni. Hann er þetta Kletti frá Hvammi og Þrum frá Þóriðanúpi sem að margir muni eftir og hér segir að knappi sé Páll Bragi Hólmarsson sem er kallinn í Austurkoti. Já, síðan er það Snæsól, 9 vetra,
undan Kjarna og Snæfríði frá Þóreyjarnúpi. Hún hefur hlotið í aðalengun 8,29 og þar af 8,50 fyrir hæfileika. Og hvorki meiri minna en 8,77 í afrón og 7,20 í þingum. Alvöru hrossbarnaferðinni og hún setin á honum Sigurði Pétursson. Þú gleymir að segja að það æsku vinur karlsins. Já, þeir eru þarna félagarnir. Já, gamla guðstararnir. Síðan kemur Jörn-Trissa, það hún Fíóna, þetta 5 metra gömul, ósýn Trissa, undan Díönu frá Heiði og Ask frá Austurkoti og það Halldór Þorbjörnsson, vinnumaður í Austurkoti sem situr hana. Og þá það sú rauða, það Heiður Rauðblesó, 6 metra gömul. Hún undan Linki frá Vagustöðum og Hildi frá Vinniborg og setin af Árnýju Oddbjörg og Oddsdóttur, vinnukonu í Austurkoti. Allt innan fjölskylduna. Síðan kemur svo mótdóttir, það Snær frá Austurkoti. Hann undan Gaumi Flóðinsson og Snæfríði frá Þóreyjarnúpi og það kettlingin í Austurkoti. Hugrún Jóhannsdóttir situr hann. Ég tek það fram, þetta ekki mín lýsing. Þetta eru kall og kettling með vinnufólkið. Þetta er þetta allir að hitta. Svo tróð sér að einn æsku félagi. Það hefur ekki að klappa fyrir þeim. Þetta er einn af þessum ungu búum, ef við getum sagt svo. Og gaman að sjá þegar fólk nær góðum árangri á stuttum tíma. Og hjá þeim hjónum náttúrulega heljarinnar starfsemi öllu tengist hestamennsku, tamning, þjálfun, reiðkennsla, sala. Bara nefndu það. Og gaman að sjá hér fjölbreytta liti. Þetta ekki allt bara í rauð og brúnu, það fallega moldóttuhestur og svo það grái liturinn og gráskjótt og það gaman að því að þetta sé svona aðeins fjölbreyttara. Og við sjáum þarna líka að mörg þessara hossa voru undan hryssur frá Þóreyjarnúpi. En það komu ýmsar af þeirra stopphrissur. En það var allt Snær sem fór þarna fyrstur í gegn, síðan þetta án Heiður. Þá kemur hér Anton Klettsson og kallinn. Síðan án Snæsól og Sigurður Pétursson. Undan Kjarna þessi vissa. Já, við hefum von á 3 hestum í salinn núna og hér sá fyrsti kominn. Þetta Eldur frá Torfunesi. Þá kemur hér á eftir honum Stimpil frá Vatni og sá þriðji Gaukur frá Garsá. Verið velkomnir. Já, Eldur sá er fyrstur fer. Sá rauðblesótti, litfagur og fagsprúður gæðingur. Hann er undan Mætti frá Torfunesi og Eldingu frá Torfunesi og hefur hlotið hvorki meira minna en 8,46 fyrir sköpulag og 8,30 fyrir kosti og í aðalengun 8,37 og hann Eldur verður til afnota í Hoppsmúla í sumar. Já, og hinir hestarnir, ef við skoðum þennan sem hér fyrir miðju núna, sem hann Viðar Ingólfsson situr, þetta Gaukur frá Garsá. Hann undan Andvara frá Ey og Döfu frá Garsá, Víkingsdóttur. Og þessi hestur var einmitt á stóðistavistinn á Sauðárkróknum og sló þar algjörlega í gegn. Þetta frábær töndari. Það eitthvað við yfirbragðið á þessum hesti sem heillar mann, svona X-faktor eins og menn myndu segja. Svo hann sá þriðji, það hann Stimpil frá Vatni, sem Jakob situr. Hann undan Kolfinni frá Kjarnóttur og Hörn frá Langholti sem Náttfaradóttir og hann hlotið í engun 8,63 fyrir hæfileika. 8,35 í aðalengur og meðal annars hefur hann hlotið 9 fyrir Törn og 9 fyrir Vilja og Beðstad. Já, Eldur hefur hlotið 9 fyrir Törn og 9,5 fyrir Bróm. 9,5 fyrir Fegurinn Eið og 9 fyrir Vilja og Geðslag. Og þarna engin annar en hann Gísli Gíslason, kynbótarknappi síðasta árs. Vertu velkominn Gísli.
gaman að sjá þig komin inn á Suður og sýna okkur eitthvað af þínum gæðingum sem þið eru að þjálfa fyrir norðan. Glæsilegir hestar allir saman, ef við gefa þeim gott lag. Við skulum sjá hvort þeir eru farnir alveg að gegn. Og við skulum aðeins klappa, látið nú aðeins heyra í ykkur, þetta er ekki smá hestar hérna. Já, það er spurningum að ná gegn. Og sjáum við Andvararssoninn, Gauk frá Garðsá. Já, þetta kemur hann Tryggvi og Jakob og þá hann Eldur og Gísli Gíslason og að lokum Gaukur Garðsá og Viðar Ingólfsson. Takk fyrir þetta. Já, hér kemur hann Stígandi frá Stórahofi og Ólafur Ásgeirsson og þá hann Fursti og Sara Sigurbjörnsdóttir og að lokum Nói og Daniel Jónsson. Nú eins og margir sjálfsagt vita þá eru jöfnuhestarnir tveir bræður af móðurinni til. Það er að segja þeir eru báðir undan Hnótu frá Stórahofi og hann Stígandi sem að fer hér fyrir miðju núna, setinn af Ólafi Ásgeirssyni. Hann er undan Aroni frá Strandarhöfði og síðan er það hinn jafnklárinn Fursti sem hún Sara situr hérna. Hann er undan Óð frá Brún. Og svo verður auðvitað Nói heimsmethafi sem er undan Illingi frá Tóttu og Örk frá Stórahofi og hann hlaut meðengun fyrra sem 4 vetra hestur. Fékk það 8.37 fyrir sköpulega, 8.60 fyrir hæfileika og 8.51 í aðalleikum. Við skulum bara njóta þess að horfa hér á fulltrúa Stórahofsbúsins. Þeir kunna rækta hrossana Randalvöllum. Sjáu þið að Stíganda? Stígandi er í eigu Jaðarsbúsins í Hrunamannahreppi og hann verður sjálfsagt til afnota hér á svæðinu og hann þarf alltaf vera. Síðan koma þeir hér Fursti og Nói. Hér er Nói og Daniel Jónsson. Það er hér. Og svo er það Fursti og Sara Sigurbjörnsdóttir. Og að lokum töltarinn Mikli Stígandi og Ólafur Ásgeirsson. Það er Ágústínus frá Melalindi og Guðmundur Björgvinsson og Kiljan frá Steinnesi og Þorvaldur Árni Þorvaldsson. Bjóðum ykkur hjartanlega velkomna og ætlum að njóta þess að horfa á þessa stórkostlegu geðinga hér. Já. Ef við segjum ykkur aðeins meira af þessum hestum þá er hann Ásgríms á Brúni undan Kolbínu frá Kjarnholtum og Gnóttur á Steinbóðarbæ. Þessi hestur hefur hlotið í einkunn 8.13 fyrir sköpulag, hvorki meira en minna en 8.93 fyrir hæfileika. Þar á meðal 9.5 fyrir brott, 9 fyrir skeið, stökk og 9.5 fyrir vilja og geðslag með 8.61 í aðalleikum. Já, og þá er það Kiljan
Hann er Klettsonur, hunda Kilju frá Steinnesi og hann hefur hlotið fyrir sköpulag 8,35 og hvorki meira minna en 9,07 fyrir hæfileika og í aðalengun 8,78. Hann hefur hlotið 9,5 fyrir skeið, 9,5 fyrir vilja og geðslag og 4 reið, 9 fyrir tölt og brott. Þetta eru sko engar smá ómgur hér rétt fyrir hlé. Ágústínus og Kiljan frá Steinnesi hefur gefað þeim gott klapp. Alvöru alvegða hestar.